Já, við heilsum ykkur hérna frá bílaleigu Akureyrar þar sem er verið að taka í gagnið 100. Safe Travel skjáinn. Ferðamálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir er að kveikja á skjánum og við ætlum að byrja á að heyra í henni. Þórdís, þín aðkoma að Safe Travel verkefninu sem ferðamálaráðherra, hver er hún? Já þetta er nú orðið nokkra ára gamalt samstarf í raun. Eitt af því fyrsta sem ég gerði þegar ég kom inn í ráðuneytið í byrjun árs 2017 var að gera samning við Safe Travel og Landsbjörg þetta Safe Travel verkefni og nú erum við nýbúin að gera nýjan samning þar sem við bætum í, þar að segja fjármunum, að því að við erum að bæta við verkefnum og höfum lagt mat á þau verkefni sem hafa verið í gangi og svo fengum við rauninu bara Landsbjörg til þess að leggja fram verkefni sem gagnast og þetta er auðvitað bara lykilþáttur í öllu okkar starfi þegar kemur að öryggismálum og upplýsingagjöf til ferðamanna og ég er ótrúlega stolt af þessu samstarfi og mér finnst þetta svona sýna mjög hvernig lítið samfélag getur unnið vel þar sem boðleiðir eru stuttar og við náum að tengja saman þá sem að gera hlutina vel og Safe Travel verkefni er bara ótrúlega gott dæmi það. Nú er íslensk veðrátta mjög breytileg og þetta verkefni þá vel til þess fallið að taka á íslenskum aðstæðum. Þetta sér íslenskt verkefni að mörgu leyti. Er þetta verkefni sem að fleiri gætu horft til og nýtt sér? Já, ég held að þetta sé klárlega verklag sem að önnur lönd gætu litið til og sérstaklega ég meina við erum ekki eina landið þar sem er svona ólíkt veðurfar og erfitt. En við erum svo sannarlega svona nokkuð einstök hvað það varðar og það eru margir ferðamenn sem hingað koma sem hafa sjálfsögðu mikið keyrt en ekki endilega í svona aðstæðum eins og hér eru. Þannig að mér skilst að þetta sé einstakt og það eru klárlega önnur lönd sem geta lært af því og ég held að sé ekki á mörgum stöðum þar sem að jafn mikil upplýsingagjöf er til staðar. Ekki bara þurfa að leigja bílinn heldur bara á ferðalaginu fyrir ferðamenn og þetta er kannski eitthvað sem að við Íslendingar tökum ekki endilega eftir vegna þess að við erum bara að gera okkar, en þetta er auðvitað líka merki bara gæði og metnað íslenska ferðaþjónustu og allra þeirra sem að koma að henni. Þannig að ég vil bara óska ykkur og okkur til hamingju með skjánúmer 100. Bara eins og ég væri að kveika á hérna heima. Prófum það, sjáum hvað gerist. Sko til. Sko. Ég er klár. Þór, 100. Safe Travel skjárinn, hvaða þýðingu hefur það að vera búin að ná þessum áfanga? Þetta er bara mjög skemmtilegur áfangi og búið að taka núna rúmlega 5 ár að koma upp þessum 100 skjáum. Og við vitum það að þetta er verkefni sem nær mjög vel til ferðamanna. Við erum að koma þessum skjáum fyrir á bensinstöðum og rauninni hér á bílaleigum og hér núna á bílalegu Akureyrar hér á Akureyri. Og alls staðar það sem við náum snertingu við ferðamenn. Og þetta verkefni, Safe Travel verkefni, þetta er einn hluti af því sem við gerum þar. Og við erum að sinna mörgum öðrum verkefnum þar sem öll snúa í rauninni að öryggi ferðamanna og slysavörnum ferðamanna. Og það er gaman að vera hérna á Akureyri og við þennan 100. skjá og líka gaman að segja frá því að bílaleiga Akureyrar var fyrsta fyrirtækið innan ferðaþjónustu sem að setja upp skjá hjá sér. Og þannig að þetta er bara mjög ánægilegt og skemmtilegt verkefni. En þetta verkefni mitt, það snýst svo miklu meira en skjáina, þetta Safe Travel verkefni. Já, það snýst svo margt annað og þetta snýst upplýsingagjöf til ferðamanna. Við rekum safetravel.is vefur sem er upplýsingavefur fyrir ferðamenn sem gefur miklu meira upplýsingar heldur en bara sem skjánin gerir sko. Og við erum líka með upplýsingagjöf til ferðaþjónustu aðila og það er rétt að nefna það að ferðaþjónustu aðilar styrkja Safe Travel verkefnið sem leiðis og svo er það ráðuneyti ferðamála sem styrkir okkur með samningi sem við erum nýbúin að endurnýja. En þetta er ekki bara fyrir erlenda ferðamenn, þetta er alveg eins líka fyrir okkur heimamenn að nýta okkur þessa upplýsingaveitu. Já, við sjáum það að einmitt með þessa skjá að Íslendingar nýta þetta sem leiðis mjög mikið, sem er mjög ánægilegt. Að hvaða leyti er þetta verkefni sérstakt fyrir Ísland? Þetta er einstakt í heiminum að við vitum að svona upplýsingar, svona netupplýsingaskjáa, þetta þekkist ekki annar staðar. Og gaman að segja frá því líka rauninni að upplýsingagjöf til ferðamanna í gegnum bílaleigur er hvergi meiri í heiminum en hér á Íslandi og bílaleigurnar að standa sig gríðarlega vel og bílaleiga Akureyrar hefur verið í fararbroddi í þeirri vinnu.
Hvernig hefur gengið samstarfið milli ykkar og svo ráðuneytisins? Ákaflega vel. Við finnum bara fyrir miklum velvilja þar í okkar garð og við finnum það að ráðherra er ákaflega rauninni hliðhollur okkur en passa sig auðvitað náttúrulega í hvað hann setur peninguna en finnur sennilega að það er vel farið með peningana hjá okkur og við veltum hverju krónu fyrir okkur. Erum vön því í slysavörnum og björgunarsveitum að gera það. Nú eru þið sérfræðingarnir á þessu sviði, fáið þið það frelsi til þess að vinna að þessu verkefni eða þurfið að vinna innan þröngsramma? Við mótum ákveðin verkefni og fáum þau síðan samþykkt í gegnum samning við ráðuneyti þannig að ráðuneyti fylgist mjög vel með okkur hvað við erum að gera og hvaða ný verkefni við erum að setja í gang í kringum Safe Travel og þarf að reyna að leggja blessin sín á það. 100 skjáir á 5 árum, ef við horfum næstu 5 ár og þennan nýja samning, hvað sjáum við? Við erum að sinna áfram þessum verkefnum, við erum að halda áfram að setja fleiri skjái, við ætlum líka að þróa rauninni þessa skjái og erum að velta fyrir okkur að fara út í snerti skjái. Þannig að fólk væri með puttana á skjánum, getum við sagt. Og svo er þetta ýmis önnur verkefni sem eru bara sífellu verkefni og okkur langar til þess að fara til dæmis í podcast til ferðamanna, innlendra og erlendra og svo dreifum við bæklingum hér og þar og mörg ný verkefni spennandi framöndan. Það er spennandi tíma framöndan. Mjög svo. Ef þú segir okkur frá bara ykkar aðkomu að þessu verkefni, hvað þýðingu hefur Safe Travel fyrir fyrirtæki eins og Höldur? Bara gríðarlega mikla þýðingu vegna þess að þetta er okkar viðskiptavinni sem við erum að vinna með og það skiptir okkur öllu máli að þeir komist heilir og höldnu heim aftur. Þeir eru gangandi auglýsing, fara út allan heim og ódýrasta markaðssetningin okkar. Þannig ef þeir komast heil og höldnu heim þá eru þeir ánægðir og þetta þýðir því klárlega við það markmið okkar allra. Það er svolítið erfitt kannski að mæla ávinningin af verkefninu en hann er kannski helst í afspurnum og sögum af þeim sem komast heil og höldnu heim og þær berast kannski einna helst til ykkar. Já, bæði það en líka það er í rauninni alveg hægt að mæla hann upp að vissu marki vegna þess að við sjáum náttúrulega bara tíðni slysa og við tökum bara Höld sem dæmi eða bíla Akureyrar að við erum kannski þegar við vorum með þetta 300-600 bíla fyrir ansi mörgum árum síðan að þá vorum við kannski að missa 18-20 bíl í 18 ári, við tökum bara það sem dæmi. Núna erum við með 5.000 bíla og við erum kannski að missa 18 svona með hámark 30. Hlutfallslega miklu minna sem dæmi. Þarna hefur við verið að vinna með Safe Travel sem dæmi og Landsbjörgu. Þannig að það er alveg hægt að mæla ákveðna þætti í þessu og sjá þetta en jú, sumt af þessu er óáþreifanlegt en þó ekki, ég meina slys í ám til dæmis. Þarna er verið að fara í það hvernig á að aka yfir á sem dæmi. Það er verið að fara yfir utanvegastur og fleira sem er bannað og það er verið að fara yfir einbreiðar brýr, búfénaða á vegum og svo framvegis og með þá gríðarlegu aukningu sem hefur orðið í fjölda erlendra ferðamanna á Íslandi þá vil ég meina það að hlutfall þeirra sem að lendi í óhöppum hefur klárlega minnkað. Fyrsti skjárinn, hann er hérna hjá ykkur og líka sá 100. Þannig að það er ágætis reynsla hér. Já, fyrsti skjárinn var settur upp í afgreiðslunni okkar í Skeifunni í Reykjavík sem er stærsta afgreiðslan okkar og við höfum unnið bara mjög náið með Landsbjörgu öll þessi ár og svo sem fyrr. Við vorum einn af fyrstu samstarfsaðilunum hálendisverkefnið þeirra sem við vinnum með þeim frá upphafi og þess vegna var bara mjög gaman að fá að taka þátt í því að við hér 100. skjáin hérna fyrir norðan í höfuðstöðum fyrirtækisins. Við höfum átt farsælt og gott samstarf við allar björgunarsveitir landsins viljum bara minna. Það skipta okkur miklu máli, það aðstoða okkur oft á tíðum og við reynum sjálfsögðu að styrkja þeirra móti. Ef við horfum næstu 5 ár fram í tíma þá eru kannski ekki endilega að horfa á aðra 100 skjái, það eru aðra leiðir til þess að bæta við. Hvernig myndu þið vilja sjá næstu skref verða? Þetta er alltaf að vera meira og minna kannski rafrænt og við erum fann að senda bara skilaboð til okkar viðskiptavina í gegnum ýmsa miðla bara í netföng og jafnvel símanúmer og svo framvegis. Getur bara nefnt sem dæmi og við fáum reglulega, við fáum hverjum einasta degi eða vikulega eftir svona efnum ástæðum pósta frá Safe Travel þar sem við kannski verið að segja frá hvernig við spáðum framundan og vara við ákveðnum stormi eða viðvörunum, lokunum og svo framvegis. Þetta allt saman sendum við orðið áfram til þeirra viðskiptavina okkar sem við getum og sem dæmi húsbílarnir hjá okkur, þeir eru allir með spjaldtölvu og við sendum þá í alla þessar spjaldtölvur, þessar upplýsingar, þannig að okkar viðskiptavini geta varast storm á Snæfellsnesi eða logn á Akureyri, svo dæmi sem tekið. Alltaf logn á Akureyri? Alltaf logn á Akureyri, sko. En og ég held að þetta sé framtíðin, að auðvitað er þetta að verða meira og minna rafrænt. Við þurfum að sjálfsögðu þessa skjái og við þurfum bæklinga og minna á, en síðan komum við upplýsingunum á framfæri meira kannski rafrænt með því að senda skilaboð til viðkomandi, hvort sem það er á Facebook, Twitter,
gegnum e-mail, síma eða með einhverjum slíkum hætti. Frábært, Sigurður, takk hérlega fyrir. Takk svo leiðis kærlega.